Einni umfangsmestu lögreglurannsókn sögunnar sem hefur staðið í rúm 34 ár lauk í dag. Stig Engström sem kallaður hefur verið Skandiamaðurinn á að hafa myrt Olof Palme forsætisráðherra Svíþjóðar árið 1986. Morðvopnið er ófundið. Fulltrúi Finna í stýrinefnd ráðningu ritstjóra Norræns hagfræðirits telur að pólitískar skoðanir Þorvaldar Gylfasonar hafi verið ástæða þess að fjármálaráðuneytið lýsti sig andsnúið henni. Ráðuneytið segist hafa komist að þessari niðurstöðu eftir nokkra umræðu. Fyrstu ferðalangarnir eftir opnun landamæranna eru væntanlegir strax eftir miðnætti aðfaranótt mánudags. Heilbrigðisráðherra segir enga flöskuhálsa í skimunarverkefninu. Búast má við umferðartöfum á Vesturlandsvegi í Mosfellsbæ í allt sumar vegna framkvæmda sem hófust í gær. 30.000 bílar fara vegarkaflann á hverjum degi á sumrin og íbúar óttast að umferðin leiti inn í íbúðahverfi. 100 milljóna króna framkvæmdir á friðuðum svæðum standa yfir á vegum Umhverfisstofnunar, meðal annars við Gullfoss. Þar flaug þyrla lágflug í dag að því virðist undir lágmarksflughæð. Gott kvöld. Saksóknari í Svíþjóð segir að auglýsingateiknarinn Stig Engström hafi myrt Olof Palme forsætisráðherra Svíþjóðar fyrir rúmum 34 árum. Palme var skotinn til bana í miðborg Stokkhólms 28. febrúar 1986. Hann var að koma út úr kvikmyndahúsinu Grand ásamt eiginkonu sinni Lisbeth þegar maður kom aftan að þeim og skaut forsætisráðherrann í bakið. Lisbeth særðist í árásinni en Palme lést nær samstundis. Á blaðamannafundi í dag greindi Christer Pettersson saksóknari frá því að morðinginn væri Stig Engström, Skandiamaðurinn svokallaði. Morðvopnið er enn ófundið en 34 ára rannsókn lögreglu är nu lokið. Det som vi kommer att presentera här på förmiddagen idag är att vi kommer inte runt en person som en misstänkt gärningsman. Och den personen är Stig Engström som ju har omnämnts i media som den så kallade Skandiamannen. Och det är ju svårt, menar jag, tro att vi efter 34 år nu ska komma fram med några vidare och avgörande utredningsåtgärder som ska kunna ge någonting ytterligare egentligen. Och med den framtidsutsikten så menar jag därför att det beslutet jag kan fatta i det här läget är att jag lägger ner förundersökningen med motiveringen att den misstänkte är avliden. Bjarni Pétur, 34 ár liðin frá morðinu. Hvers vegna hefur lögreglunni ekki tekist eða yfirvöldum tekist að ljúka þessu fyrir núna? Af því að lögreglurannsóknin var eiginlega tómt klúður frá upphafi til enda. Það eru tiltölulega fá sönnunargögn, misvísandi framburður vitna, margra vitna. Þannig það sést eiginlega best á því hvernig staðan er núna. Við stöndum uppi með eitt nafn, Stig Engström og eiginlega ekkert meira. Sænski fjölmiðlar greindu frá því í vikunni, Aftonblaðið fyrst og aðrir tókuðu upp að morðvopnið væri fundið. Engin fótur fyrir því? Nei, og við fáum líklega aldrei að vita hver það var sem að drap Olof Palme. Það voru mjög margir sem að bundu miklar vonir við þennan blaðamannafund að það skýrðist núna loksins, en svo er eiginlega ekki. Það er eiginlega besta ágiskun lögreglunnar að þetta hafi verið Stig Engström. Það svona segja margir að þetta sé í rauninu ódýr leið til þess að ljúka þessu máli. Hann framdi sjálfsmorð árið 2000 og einmitt fólk spyr sig að því hvort að það sé í rauninni boðlegt að réttarfarslega án þess að nokkur sönnunargögn líki fyrir í málinu að segja maður sem hefur verið dáinn í 20 ár sé ábyrgur. En við skulum lítast betur á kort af Stokkhólmi til þess að átta okkur betur á þessu. Förum þetta niður á miðborginni og að Grand kvikmyndahúsinu þar sem Olof Palme og Lisbeth kona hans voru að koma þetta örlagaríka föstudagskvöld. Þau gengu niður Sveavegen sem er ein breiðasta og fjölfarnasta gata Stokkhólms og það er allt fullt af fólki á þessum tíma og það eru mjög mörg vitni að árásinni. Þarna klukkan 19:11 og þá skráir Stig Engström sig úr vinnu í Skandiahúsinu. Þau Olof og Lisbeth ganga yfir Sveavegen því Lisbeth vildi kíkja í búðaglugga. Þau ganga framhjá Engström og hann á eftir og skýtur Palme í baki við gatnamót Sveavegen og Tunnelgatan 2,5 mínútu eftir að hann skráði sig úr vinnu. Hljóp upp tröppurnar við Tunnelgatan og hvarf út í myrkrið.
Pettersson saksóknari, telur hann að Engström hafi skipulagt sjálfur eða var þetta, telur hann að þetta hafi verið hugsanlega hluti af samsæri? Sko bæði Pettersson og Hans Melander sem að núna stýrir rannsókninni sögðu að samsæriskenningar sem að benda til þess að leyniþjónustur Suður-Afríku, jafnvel Bandaríkjann, hafi komið að þessu. Þær væru spennandi og áhugaverðar en það eru engin sönnunargögn sem að styðja þær. Þetta getur mjög vel gengið saman, bæði kenning Larssons og þessi, að leyniþjónusturnar hafi fengið Engström sem einhvers konar blórabökul til þess að framkvæma morðið og þetta er eitthvað sem að við komumst aldrei að, en Engström var dálítið sérstakur. Hann reyndi eins og hann gat að ná athygli lögreglu og gerir hálfpartinn grín að henni í þessu myndbandi sem við sjáum hér sem er frá 1986 úr sænska ríkissjónvarpinu. Þar sem að þeir setja morðið á svið og þetta verður svona hálf broslegt í baksýnisspeglinum. Nej, då visste ingen utav oss fortfarande att det var Olof Palme det gällde. Så intresset hade inte hunnit att skruvas upp. Så att de var mer än nöjda med det vittnet de redan hade tagit. Polisen var inte intresserad av dig, vad du hade att säga? Nej. Trots att du ville påpeka att det var du själv som hade blivit beskriven som mördaren alldeles nyss. Ja, men det var ointressant. Det var ett ointresse hela tiden ända fram tills att ambulansen strax efteråt kom och man fick veta vem personen var. Þarna líkir Stig Engström eftir því þegar hann segist að var hlaupið og eftir lögreglumönnum til að segja þeim hvernig morðinginn var klæddur. Þetta var eftir að lýsing á morðingjanum var birt, þar sem framkom að hann væri hvítur karl á fertugsaldri, meðalmaður á flesta vegum með derhúfu og í dökkum frakka. Engström passaði vel við þessa lýsingu og var því mikið í mun að tryggja að í huga lögreglu hefði hann verið á vettvangi morðsins eftir að Palme var drepinn en ekki flúið. En framburði hans og annarra vitna bar ekki saman. Hann sagði lögreglu frá pari sem stumraði yfir Palme sem ekkert vitnanna kannast við og sagðist hafa rætt við lögreglumenn á vettvangi en þar mundi engin eftir Stig Engström. Ja, när man säger att man håller på och lägger pussel och ska försöka och få bort bitar som inte hör till pusslet så ska man ju i alla fall inte ta bort bitar som man vet hör till pusslet. Så att de är väl inte så duktiga på att lägga pussel kanske på polisen i så fall. Þetta mál er náttúrulega mjög minnistætt öllum þeim sem upplifðu þetta og það hefur legið eins og mar á sænsku þjóðinni í öll þessi ár og orðið nánast hobby margra að reyna að leysa þetta. Hver hafa viðbrögðin við þessu verið í Svíþjóð í dag? Sko, þau hafa verið á alla vegu en ég held að sé alveg ljóst að þessu máli er alls ekki lokið. Þarna var nánast ekkert nýtt. Allur málatilbúnaður byggir á því sem vita var fyrir. Ég held að flestir að við búist við meiru af þessum fundi, sérstaklega eftir þessar fréttir í vikunni að morðvopnið væri fundið. Svo er ekki og þetta olli börnum Palme miklum vonbrigðum. Við skulum enda þetta á því að heyra í einu þeirra, syninum Morten och så forsætisráðherranum Stefan Löfven. Jag har tagit del muntligt av åklagarens slutredovisning av utredningen av mordet på Olof Palme. Det är självfallet polis och åklagare som beslutar om Palmegruppens arbete och enligt åklagaren har man nu kommit så långt man kan i det här arbetet. Att ett lands statsminister mördas är ett nationellt trauma. Det är min innerliga förhoppning att såret nu kan få läka. Lísbet, eiginkona Palme, lifði árásina af en hún lést árið 2018. Morðið hefur hvílt þungt á fjölskyldunni og Morten, sonur þeirra Lísbetar og Ólofs, vonaðist eftir fleiri sönnunargögnum á blaðamannafundinum i dag. När det gäller misstankarna mot den här gärningsmannen och jag tycker nog att de är trovärdiga. Så jag delar hans redogörelse som Pettersson gav. Jag tyckte att det var ganska starka bevis ändå. Även fast det tyvärr inte fanns något riktigt konklusivt så att man kan inte med 100% säkerhet säga att det är den här personen som har begått mordet. Fátt vitað skotvopnið sem var notað til að bana Palme og þá líklega aldrei eftir að finnast. Morten segist skilja að lögregla vilji ljúka rannsókninni því það sé löngu ljóst að engin niðurstaða fáist. Hann segir að lögregla hafi gert mörg mistök við rannsóknina, til dæmis að nær útiloka strax ári eftir morðið að Stig Engström væri morðinginn.
Däremot så är det häpnadsväckande att de sorterade bort Engström. Så det är verkligen konstigt. Ja, precis. Det var och det är också, det kan man också, den kritiken tycker jag också man kan rikta mot de här granskningskommissionerna. Och i och för sig också mot alla granskande journalister och media som har koncentrerat sig på helt relevanta spår, tycker jag. Ja, för här avförs han då, Engström, redan 87. Ja, det var ju rent slarv, måste man säga. Verkligen. Og hinga heim. Stýrinefnd ráðningu ritstjóra Norræns hagfræðitímarits var mjög undrandi yfir afstöðu íslenskra fulltrúa í fjármálaráðuneytinu þegar þeir höfnuðu tillögu nefndarinnar að ráða Þorvald Gylfason í nóvember í fyrra. Fulltrúi Finnlands í nefndinni segir að fjármálaráðuneytið íslenska hafi gefið þá skýringu að það vildi ekki að pólitískt virkur stjórnarandstæðingur gegndi þessu starfi. Máli þannig vaxið að í nóvember í fyrra leitaði starfsmaður hjá Norrænu ráðherranefndinni Anders Hedberg til Þorvaldar Gylfasonar og sagði að honum stæði til boða starf ritstjóra hagfræðitímaritsins Nordic Economic Policy Review sem gefið út í samstarfið Nordregio sem heyrir undir Norrænu ráðherranefndina. Samkvæmt tölvupóstum 1. nóvember virðist frágengið að Þorvaldur fengi starfið. Þar skrifar Hedberg meðal annars: Takk fyrir að þiggja stöðuna. Við hlökkum til að fá þig og þína sérþekkingu til okkar hjá NEPR. Í samtali við fréttastofu segist Hedberg ekki vita nein önnur dæmi þess að ráðuneyti hafi sett sig upp á móti ráðningu í ritstjórastarfið. Ákvörðunin sé hins vegar alfarið ráðuneytana. 4. nóvember sendi Markús Stenborg, fulltrúi Finna í stýrinefndinni, tölvupóst á fulltrúa annarra Norðurlandaþjóða þar sem var óskað eftir álitið þeirra á tilnefningu Þorvaldar. Í samtali við fréttastofu segir Stenborg að allir nema fulltrúi Íslands í nefndinni hafi verið sammála ráðningu Þorvaldar. 4 dögum síðar sendi Ólafur Heiðar Helgason, sérfræðingur í fjármálaráðuneyti og fulltrúi Íslands í stýrinefndinni, póst þar sem sagði að eftir nokkra umræðu í ráðuneytinu hefði svo niðurstaða orðið að Þorvaldur væri ekki rétti maðurinn í starfið. Stenborg segir í tölvupóstu nokkrum dögum síðar hann sé mjög hissa á afstöðu íslenska ráðuneytisins og Ólafur beðinn að rökstyðja hana nánar. Í svari samdægur segir Ólafur Heiðar að Þorvaldur sé virkur í pólitík og formaður stjórnarandstöðuflokks lýðræðishreyfingarinnar. Ekki sé við hæfi að maður sem gegni formennsku í stjórnmálaflokki gegni þessu starfi. Stenborg segir í samtali við fréttastofu að það hafi komið öllum nefndarmönnum verulega óvart að Ísland myndi ekki styðja kandidat úr eigin landi. Sjálfur telji hann að stjórnmálaskoðanir Þorvaldar hafi verið ástæðan og nefndarmenn hafi haft af því áhyggjur hvort verið væri að mismuna Þorvaldi vegna þeirra. Í skriflegu svari fjármálaráðuneytisins til fréttastofu segir að fjármálaráðuneytið hafi stuðst við rangar upplýsingar á Wikipedia þegar það fullyrti að Þorvaldur væri formaður lýðræðishreyfingarinnar og beðist sé velvirðingar á því. Sjónarmiðin sem Ólafur Heiðar sendi á stýrinefndina hafi ekki verið borin undir ráðherra eða aðra á skrifstofu yfirstjórnar ráðuneytisins. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra hefur verið boðaður á opinn fund stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis sem haldinn verður á næstu dögum. Hann sá sér ekki fært að veita fréttastofu viðtal í dag vegna málsins. Áherslur í skimun ferðamanna gætu breyst eftir að ytri landamæri Schengen opnast, segir sóttvarnalæknir, þannig að þeir sem komi frá löndum utan Schengen verði frekar skimaðir en aðrir. Landamærin verða opnuð á mánudag og þá verða einnig leyfðar samkomur allt að 500 manns í stað 200 nú. Nú eru aðeins 5 dagar í að skimun fyrir kórónuveirunni hefjist á landamærunum. Þríeykið svo nefnda hélt í dag annan fund sinn af 3 í vikunni til að fara yfir stöðu málsins ásamt heilbrigðisráðherra. Það eru engar hindranir og það eru engir flöskuhálsar akkurat núna í verkefninu. Þannig að við væntum þess að upp úr miðnætti aðfaranótt mánudagsins 15. þá mun fyrstu ferðamenn lenda hér. Þá var það tekin sýni af þeim en þau greind á dagvinnutíma. Fyrstu dagana er von á 30 til 100 farþegum á dag. 3000 sæti eru í boði stærstu dagana næstu vikur. Með hjálp íslenskrar erfðagreiningar er hægt að greina 2000 sýni á dag. Sóttvarnalæknir búin að skrifa Isavia bréf og gera Isavia grein fyrir því að það þurfa að setja þessa takmarkun á flugvöllin
það er gefið út síðan með upplýsingum til þeirra flugfélaga sem hingað fljúga og þetta sé takmörkunin, það er heimilt að gera þetta. Dómsmálaráðherra sagði í gær að stefnt verði að því að opnað yrði á farþega utan Schengen-svæðisins í síðasta lagi 1. júlí, hvort sem önnur ríki innan Schengen opni hjá sér eða ekki. Og þarf þetta ekki vera skýrara hverjir mega koma og hverjir ekki? Þetta er bara hluti af þessu verkefni sem er í vinnslu og það er auðvitað reynt að skýra þetta eins hratt eins og hægt er en við bara erum á tímum þar sem að aðstæður breytast bara dag frá degi og stjórnvöld eru bara að meta þetta og taka besta ákvörðun byggt á þeim upplýsingum sem þau hafa en þetta er allavega það sem við stefnum að geta opnað á þessum tíma. Þannig að það er hugsanlegt að við þurfum að breyta áherslu þegar ytri landamærin opna og fara kannski að skima meira farþega sem að koma erlendis eða þar að segja utan Schengen-svæðisins frá Ameríku eða öðrum stöðum. Samkomutakmarkanir verða rýmkaðar enn frekar á mánudag. Þá verða engar takmarkanir á sund- og líkamsræktarstöðvum, barir og veitingastaðir þurfa áfram að loka klukkan 11 á kvöldin. Tillögur um næstu skref komi eftir 3 vikur ef allt gengur vel. Og við verðum bara að sjá til svona þegar nær dregur í hverju þær tillögur felast. Framkvæmdir á vegum umhverfisstofnunar á árinu nema tæpum 850 milljónum króna þar á meðal við Geysi og Gullfoss. Afar óvenjulegt lágflug sást yfir síðanefnda staðnum í dag. Nánast enginn var í dag á einum fjölsóttustu ferðamannastöðum og náttúruperlum landsins Gullfossi og Geysi. Maður er þarna næstu því einn í heiminum miðað við það sem var. Jæja, einkasýning, strákkur, gjörðu þið svo vel. Langþráð stund rennur upp á þjóðhátíðardaginn í næstu viku því þá á að friðlýsa Geysissvæðið. En þeir fáu sem þar voru á svæðinu í dag nutu þar 18 stiga hita og nánast logns. Töluvert vera Íslendingum og svona heimamönnum að koma helgar en það er einhverjir 10 bara, kannski 100. Geysir er í hópi fjöldastaða sem Umhverfisstofnun hyggst bæta í sumar fyrir rúmar 844 milljónir króna samtals. Aðgerðirnar miðast flestar við að náttúran geti betur tekið við ágangi gesta. Við Geysi er búið að gera upp göngustíga, brúa, laga girðingar, setja kanta við göngustíga þar sem flæðir á veturum og svo verður unnið við útsýnispall á Laugafelli og fleira. Hér er verið að vinna í að byggja nýjan göngustíg að Gullfossi, hérna á Efrasvæði og síðan á að fara í það að setja upp nýjan útsýnispall hérna bakvið að fossinum hérna upp á Efrasvæði. Þeir fáu gestir sem voru við Gullfoss í dag gátu slakað á og notið mikilfengleikans eða alveg þangað til heyrðist gnýr. Upp gljúfrið í algjöru lágflugi kom þyrla fljúgandi upp fossana og beygði síðan, líklega þegar þyrlugestir voru búnir að sjá sitt. Lágmarksflughæð í dreifbíli er 150 metrar en í verndaráætlunum Gullfoss hefur verið óskað eftir því við flugmálayfirvöld að lágmarkshæð verði 300 metrar eða 1000 fet. Þessi þyrla virðist miklu neðar. Þyrlan er af gerðinni Sikorsky SA-60 og er meðal annars notuð í hernaði. Svona þyrla er til dæmis borð í danska eftirlitsskipinu Triton. Það var í Reykjavíkurhöfn í dag og hélt úr höfn síðdegis. Umhverfisstofnun lætur Samgöngustofu vita óleyfilegt flug yfir friðuð svæði. Stofnunin hafði ekki heyrt af fluginu í dag. Búast má við talsverðum umferðartöfum á Vesturlandsvegi í Mosfellsbæ í sumarinn. Framkvæmdir við tvöföldun hans hófust í gær. Íbúi segir bagalegt að umferð sé beint inn í íbúðahverfi á annatíma. Framkvæmdir við tvöföldun Vesturlandsvegar í Mosfellsbæ milli Skarhólabrautar og Langatanga hófust í gær. Til stendur að breikka veginn upp í 4 akreinar og þá verða akstursstefnur aðskildar. Meðan á framkvæmdum stendur verður umferð á einni akrein í hvora átt og hámarkshraði lækkaður. Því má búast við enn frekari umferðartöfum í allt sumar á vegarkafla þar sem umferð gengur þegar hægt á álagstíma, en áætlað er að framkvæmdunum ljúki í haust. 25.000 bílar fara vegarkaflana að meðaltali á hverjum degi og 30.000 bílar á sumrin. Nokkurar óánægju gætir meðal íbúa Mosfellsbæjar með að ráða skuli aðgerðirnar yfir hásumarið þegar umferðin er mikil. Finnst hún frekar slæm að þessi verið að byrja á þessu byrjun sumars þegar allir eru að fara í ferðalög og allir eru á landinu, þannig að þetta verður náttúrulega alveg skelfilegt að komast þarna í gegn. Pálmi segir að íbúar hafi fengið tilkynningum framkvæmdirnar mjög seint. Þá sé það bagalegt að umferð beinist líklega í auknum mæli inn í íbúðahverfi sem liggja við veginn. Ég á eftir að verða bara með bílaröðin í bakgarðinu hjá mér meðan að framkvæmdirnar standa yfir sýnist mér. Já, eins og framkom hér áðan fara 30.000 bílar hérna þennan vegarkafla við Skarhólahlíð og Langatanga.
á hverjum degi að sumri til. Þannig að þessar framkvæmdir hafa óneitanlega mikil áhrif á mjög marga. En hér hjá mér Gunnar Sigurgeirsson, verkefnastjóri hjá Vegagerðinni. Hvernig fyrir þetta verkefni á stað og hvernig gekk að koma þessum þrengingum á? Já, þetta verkefni við að vinna í góðu samstarfi við Mosfellsbæ og góðan verktaka, Loftorka, með þetta verkefni, voru lægstbjóðandi og verkstjórinn nú mjög mikill hugsuður, hann fór í gærkvöldi og kvöldi áður og athugaði hvenær hann ætti að gera þetta og umferðin dettur niður 7:00 kvöldið og þá byrjaði hann það í því í gær og svo kláraði hann það í morgun þegar umferðin var búin aftur og líka það þægilegt til að því þetta oft hættuleg störf að setja upp svona gátskildi alveg við umferðina þannig að þetta gengið býsna vel og fer vel af stað. En hefði ekki verið ákjósanlegra að ráðast í þessar framkvæmdir þegar það ekki háannatími hvað varðar ferðalög? Óþægilegt. Hefði ekki verið ákjósanlegra að ráðast í framkvæmdirnar þegar það ekki háannatími hvað varðar ferðalög? Já, rosalega þetta góð spurning. Rosalega verið gott að geta gert þetta allt, sko bara hvenær sem Yfir hávetur. Það bara ekki þannig. Það ekki vinnandi eilíf vegagerð yfir hávetur. Það helst að vinna við að bora og sprengja og slíkt. Ef við svona, malbikar ekki. Þannig að því miður að verður að gera þetta á þessum tíma. Ég vildi að væri hægt að vinna vegagerð á öðrum tíma. Rétt í lokin, hafið þið eitthvað komið til móts við þá íbúa sem hafa kvartað við því að umferðin muni beinast inn í íbúahverfin? Já, það náttúrulega það sé erfitt að skipuleggja það. Fólk fer bara það sem því sýnist. Sko. Núna þegar þetta kannski þrengist hér, þá viljum við þetta ekki fá fólk inn í hverfið. Við viljum þetta ekki að mamma og pabbi og amma og afi sem ná í börnin sín í skóla lendi í einhverjum hraðakstri. Þannig það ekki gott. Ég held að við þurfum öll svona eitthvað meira að standa saman í þessu, Íslendingar. Þetta taka okkur smá og svo kemur betri tíð. Takk fyrir þetta, Gunnar, og við skulum segja gott héðan úr Mosfellsbæ. Já, takk fyrir það. Og í Kastljósi verður fjallað alvarlega gagnrýni á nýja gas- og jarðgerðarstöð Sorpu sem kostar 6 milljarða. Það ræðir Einar Þorsteinsson við Stefán Gíslason, umhverfisstjórnunarfræðing og Helga Þór Ingason, framkvæmdastjóra Sorpu. Og veður morgun gert ráð fyrir, eða útlit fyrir vætu með köflum á vestanverðu landinu og strekking sums staðar við Breiðafjörð, en bjartviðri og hlýindi austan og norðaustanlands. Þar gæti hiti farið yfir 20 gráður. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum og þar ræður ríkjum Einar Örn Jónsson í kvöld. Sigurður Gunnar Þorsteinsson, körfuboltamaður, skrifaði í dag undir 1 árs samning við nýliða Hattar í dómarasdeild karla. Hattarmenn ætla sér stóra hluti á næstu leiktíð. Fótboltasérfræðingar sjá fram á meira spennandi fótboltasumar en það síðasta. Óvissan vegna kórónuveirufaraldursins spilar þar rullu. Og Greg Glassman, stofnandi og eigandi CrossFit, sagði af sér framkvæmdastjórastöðu samtakana í kjölfar umdeildra ummæla hans liðna helgi. Helstu atriði fréttanna. Einni umfangsmestu lögreglurannsókn sögunnar sem staðið hefur í 34 ár lauk í dag. Stig Enström, sem kallaður hefur verið Skandiamaðurinn, á að hafa myrt Ólaf Palme forsætisráðherra Svíþjóðar. Morðvopnið ófundið. Fulltrúi Finna í stýrinefnd ráðningu ritstjóra Norræns hagfræðirits telur að pólitískar skoðanir Þorvaldar Gylfasonar hafi verið ástæða þess að fjármálaráðuneytið lýsti sig andsnúið henni. Ráðuneytið segist hafa komist að þessari niðurstöðu eftir nokkra umræðu. Fyrstu ferðalangarnir eftir opnun landamæranna eru væntanlegir strax eftir miðnætti aðfarnótt mánudags. Heilbrigðisráðherra segir enga flöskuhálsa í skimunarverkefninu. Búast má við umferðartöfum á Vesturlandsvegi í Mosfellsbæ í allt sumar vegna framkvæmda sem hófust í gær. 30.000 bílar fara vegakaflann á hverjum degi á sumrin og íbúar óttast að umferðin leiti inn í íbúðahverfi. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld samkvæmt venjum og hefðum og þá bara segjum við takk fyrir í kvöld og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Þær voru svo rammar að drauganna varð ekki vart við eftir þetta. Úr ljóðabókinni umfjöllun ljóð frá ýmsum tímum.
Sue Perkins skoðar Gangesfljót. Leikonan og grínistinn Sue Perkins leggur í stórbrotið ferðalag að upptökum Gangesfljóts í Himalajafjöllum. Svarti baróninn, spennuþættur klækjabrögð, svik og pretti í franskri pólitík sem hafa verið kallaðir hinn franska spilaborg. Óvanaleg grimmd heimildamynd baráttu 3 manna við réttarkerfið í Bandaríkjunum en þeir voru dæmdir fyrir morð á fangaverði. Ég kem með stöngina. Ég kem með Herjólfi. Ég kem með hnakk. Ég kem